Já, þær eru margar skemmtilegar uppákomur í kringum kosningar. Við skulum nú heyra söguna því þegar Sighvatur Björgvinsson fór kjördæmavillt og aðra af Sighvati þegar hann breyttist í draug á framboðsfundi fyrir vestan og loks söguna af sjónskerta talningamanninum í Austurbæjarskóla. Ég man til, eins og ég segi nú aðra sögu eins og Sighvatur og ég var til frambjóðendur Alþýðuflokksins á leiðin á Vestra Firði á fundarferð, fundur var að byrja og þegar ég kom inn í Gilsfjörðinn þá var það myndalegur bær og þá segir sagan sko og þannig túlkaði ég þá við. Sighvatur hefði sagt að nú erum við að koma í kjördæmi, nú þurfum við að byrja. Svo farið heim á bæinn og hitta bóndan og þykja veitingar og flytja góða fyrirlestur ágæti í jafnaðarstefnunnar og svo framvegis. Svo þegar þeir kveðja þá segir bóndi við hann þetta er ágæti strákar mínir og gaman að hlusta okkur, það er bara vest ekki konur í kjördæmi, það er hinum með verið lækinn. Og þetta greip maður upp, maður heyrði þetta sko, hvað sem það nú satt eða íkt. Og náttúrulega byrjaði að finna því að spyrja Sighvatur hvort það vissi ekki hvað kjördæmi byrjaði. Í Austurbæjarskólinn var svolítið sérstakur ef maður fór þangað, það var nú ekki oft, að þá var maður læstur inni. Svo maður hafði ekkert skárra að gera heldur en að fylgjast með talningunni. Og þá var ég fljótur að sjá einn talningamann, hann skar sig alveg úr. Ég ætla ekki að segja hvað hann hét, en hann var búinn að vera sko frá því hann var unglingur að telja. Og þeir kunni ekki við að reka kall greið, hafði nú staðið sér svo vel í allar þessar kosningar, að hann var látinn telja með þó að hann sæi eiginlega ekki neitt. Og að sjá vinnubrögðin voru frá dásan, hann tók hvert kjörseðil fyrir sig og gerði svona. Og lagði hann frá sér og hérna. Og þetta var alltaf þvílíkur brandari, maður var að læma svona til burtu. En þetta skipti svo sem engum mál fyrir talningan, hann fekk bara verandakallgrið eins og hann vanur, að félagsskapurinn og allt þetta. Það var svona veður eins og núna er óveður og bátur allir í höfn og svo var Sighvatur Björgvinsson, Sighvatur er stór og myndalegur og stóð í pontu og svo fyrir rafmagni. Þá kom við kerti og setti á pontuna. Þá varpaði það skugga Sighvatur á vegginn fyrir aftan. Þá verðist kallað út í sal, einhver sjómaður sem var píndi í því. Sjáðu þið drauginn! Og svo hló allur salun og hló og veltist og auðvitað Sighvatur komst ekki að í lengri tíma. Það var allt svona